örugglega ekkert eitt sem heitaði mig með sko. Það náttúrulega fyrst og fremst bara að vera með krökkunum í tímum, vera að kenna samskipti við þau, bæði í tímum og svo líka náttúrulega utan skóla. Já, svona utan skóla og kannski já, í tengslu við frímínútur og svo líka í sem þetta félagslíf. Það svona þetta með mest, myndi ég segja. Já, ég veit það nú ekki hvað var til þess að ég valdi það að fara í kennaraskólan á sínum tíma og læra að vera kennari. Það var ekkert eitt sérstaklega, en svona eftir þá getur það ekkert ólíklegt að það hafi verið sem var þess valdandi að ég var mjög góðan kennari þegar ég var í 5. og 7. bekk í barnaskóla. Það var kennari sem að svona náði vel til okkar hópsins og gerði mjög skemmtilega marga góða hluti með okkur í skólanum og eftir skóla, utan skóla. Það var svona félagi okkar líka, ekki bara kennarinn, það var líka félagi okkar. Svona eftir á ekki held ég að hann hafi haft svolítið áhrif á mig og kannski maður svona, kannski ómeðvitað verið stundum að reyna svona feta í hans fótspor. Ég var ánægður í starfi, að ég held, ég var mjög ánægður í starfi og þannig að ég hef aldrei verið beint þannig að leiður í kennslunni. Mér leið afskaplega vel og þó svo ég hafi oft svona viljað svona pröfa aðra hluti, leita á ný mið og svona, þá held ég nú alltaf verið svona nokkuð sáttur í starfi og liðið vel og allan minn kennsluferil. Ég held ég að vera alltaf sáttur og ég held ég hef ekkert verið í kennslu endilega til þess að fá eitthvað út úr kennslunni. Þetta er bara það vera bara í starfinu og náttúrulega maður bjó í þannig bæ þar sem maður þekkti alla og allir krakkar í bænum, grunnskólakrakkar komu í þennan skóla, þannig að maður þekkti alla en svona í starfinu sjálfu, ég veit það ekki, bara ánægju, lífsfyllingu. Já, ég hef oft verið að pæla í þessu, hvað til þess að viðhalda svona áhuganum og ánægjunni. Ég held að það hafi bara gerst bara ósjálfrátt og bara af samskiptum og vinnum með nemendum sko. Að maður eignaði þarna marga góða félaga, góða miklu yngri menn, nemendurnir sko, og maður alltaf að takast á við ný verkefni. Þó svo maður sé að vera að kenna einhverjum árgangi í 3 eða 4 ár þá er ekkert ár næst líkt árinu á undan, alltaf eitthvað nýtt sem kemur upp og ég held að það hafi viðhaldið svolítið áhuganum að þetta var aldrei eins. Allt kom alltaf eitthvað ný verkefni og nýjar einstaklingar sem maður var að vinna með sko. Ég held að það hafi viðhaldið áhuganum ekki fyrst og fremst bara ólík verkefni með ólíkum hópum frá ári til árs. Það hafi svona viðhaldið áhuganum. Ég fór ekkert á námskeið neitt til þess að með það markmið að viðhalda áhuganum eða að kenna sko, alls ekkert slíkt sko. Þetta blunda ekkert í mig sem barn sko, alls ekkert frekar sko. Og þegar ég í skóla á sínum tíma sko, þá og klára grunnskóla, þá var það sín gagnfræði sko, og þá hafði maður 2 kosti að velja ef maður ætlaði að mennta sig, annað að fara í menntaskóla eða iðnskóla og læra eitthvað einu eða þá þeim tíma að fara beint í kennaraskóla. Þá þurfti ekki stúdentspróf í kennaraskólan og ég dett inn á síðasta ári sem að útbýði fyrir þann möguleika. Fór svolítið svona blindi í skóla en það var ekki að ég var með þetta svona bakvið svona í undirmeðvitundinni eða meðvitað að þegar ég var í unglingur eða barn að vera kennari. Alls ekki því að þetta er ekki starf sem ég þekkti úr barnæsku. Foreldrar mínir voru ekki í þessum geira, þannig að það hafði engin áhrif. Sko fyrstu árin var maður ekkert að pæla í einhverjum kenningum einhvern slíkum, maður bara var í kennslunni og með þannig að nemendum bara á svona sem ekki jafnréttisgrundvelli en svona að reynda að vera sanngjarn og vera félagi nemendanna en samt alltaf að hleypa það langt að þau stjórnuðu sko og við reyndum svona að fá krakkana með mér
í því sem við vorum að gera og mér fannst oft gott að brjóta upp tíma allt í einu bara ef vel gekk og þá kannski bara hætti ég að kenna og við fórum bara út að leika okkur, fótbolta eða brenna og eitthvað svoleiðis og ég notaði þetta mikið að fara út með krökkunum í íþróttir og keppni og við það að gera það þá svona hafði ég með mér og miklu auðveldara fannst mér að láta þau gangi þau verkefni sem að komi síðan eftir það. En svo einn seinni ár eftir ég fer út í skólastjórnun og þá fer við að kynna hvað stefnu skóla, þegar ég var skólastjóri í Heiðarskóla og þá fer við að pæla í hvaða stefnu við ættum að taka upp í sambandi við svona skólastefnu og þegar við þurfum að kynna okkur það sem var svona í umhverfinu, þá var það uppbyggingarstefna sem að heillaði okkur best og þegar ég fór að lesa hana að kynna þá fannst mér þetta bara að vera eins og maður hefði verið að vinna alla sína tíð sko, í svona anda uppbyggingarstefnunar. Þannig að ég myndi segja það, þegar ég var að kenna ómeðvitað, eða kannski meðvitað, ég veit ekki, þá hafði ég svona verið að vinna rosalega mikið í þeim anda. Þannig að hún myndi lýsa mig mjög vel sko. Engin dagur er eins í kennslunni. En þessi típiski dagur í lífi kennarans og kennslunni, þá bara mæti vinnuna á mótnana og fara út í stofu og gera klárt og mæta nemendum og svona að kenna. Og ég veit ekki hvað þú veist fara djúpt í það allt saman, hvað kemur svo þar eftir. Svo náttúrulega þetta hefðbundna 3 mínútur hitta samkennarana og kenna meira og svo þegar kennslu lýkur þá náttúrulega þarf að í dag sem náttúrulega allt öðru svolítið var áður þá núna orðið samskipti við foreldra til dæmis orðið miklu meiri. Með tilkomu náttúrulega tækni og líka það að við það að kennsluskyldan minnkar þá opnast það að auka samskipti við heimili og við foreldrarna sem náttúrulega rosalega gott. Þannig að ég held að mjög drjúgur tími kennara í dag fari í samskipti við foreldra. Og svo náttúrulega eftir að kennslu lýkur þá eru kennarar að hittast og ræða sín mál og undirbúa og taka fyrir næsta dag eða næstu vikur. Og þú kannski leggur upp með plan að gera þetta hitt þennan daginn og svo bara það ekki að eitthvað gerist í hópnum að þá er öllu hent til hliðar og þú bara á stundinni að hugsa út nýtt plan og vinna eftir því sko. Og það gerist mjög oft. Og það sem ég allavega lagði áherslu á í samskipti við foreldra að reyna að hafa þetta svona maður á mannin. Samtal eða hringja. Ég held að sé ekki gott fyrir kennara að fara út í það að skrifa löng bréf til foreldra út af einhver sem komið upp í tíma eða í samskiptum og vinnur með börnin. Því að þegar kennara, það hefur mér sýnist sko, þegar kennara hafa gert það, að þá hafa þeir svona lent í svona meira mál og vandræðum út af því sko, því að það kannski völdu ekki alveg réttu orðin þegar voru að skrifa og fólk leggur oft misjafna merkingu í það sem skrifa er. Það er svona auðveldara, ég held að komi sé ekki svona eins mikið misskilning ef að fólk tala saman í síma eða maður á mannin. Það er auðveldara að misskilja textan. Margótt hefur þurft að taka á málum það sem einmitt út af því að kennarinn bara þegar tók þetta á sig að skrifa langt bréf til foreldra út af einhver sem komið upp og sem hefur miklu einfaldara að bara taka upp símann og hringja og ræða málið og afgreiða það. Þannig að þetta er svona, já, svona finnst mér þetta eigi að vera sko. Og þetta hefur reynt að hafa þetta svona þegar í samskipti mín og foreldra. Kennara bara að vera jákvæður, sjálfur sér samkvæmur, sanngjarn og ég held að kennarar það vola gott, þegar mér allar reynskiptingin að reyna að vera svona innangerðslega vinur nemendaðina en samt á þann veg að þú stjórnir og mér reyndist alltaf rosalega vel
eins og ég kom aðeins inn á áðan að leika mér með krökkunum. Og ég lagði mikið upp við að ég var ekki með plan, en ég fór rosalega mikið út með krökkunum í leiki. Tók bara þátt í því með þeim, fór í fótbolta með þeim og brenna og gönguferðir og hjólreiðatúra fóru í hér áður og eitt og annað. Því að með því þá náttúrulega kynntu krökkunum á öðru vettvangi, sér nýja hlið á þeim. Og eftir leikurinn allavega reyndist mér miklu þægilegri. Bæði að vinna með agamál og fá krakkarna með mér í að gera hvað sem er. Það líka að maður segir að með því að gera þetta svona þá gat maður að fengi krakkarna til þess að flytja fjöll. Raun og veru gera hvað sem var. Það treysta krökkunum og ég held að kennarar þurfa að passa sig á því að þó þau séu með einhverja reglur og hvort sem það eru hjá þeim í bekknum eða í skólanum. Fólk verður að reyna að lesa í nemendur sína og vera sanngjarnir. Ég held að kennarar þurfa líka að vera svolítið vakandi yfir því að hvenær þú tekur slaginn varðandi ef eitthvað gerist í hópnum í samtæk hegðunana, hvenær tekur slaginn við nemandann hvað þarf það að gera stórt mál úr þessu, getur ekki sjallað þetta á einhvern annan máta heldur en að fara að blása allt út og gera allt vitlaust út af einhverju sem kannski skiptir einhver mál og auðvitað væri að leysa á annan máta. Bara að taka krakkann í fangið og klappa honum aðeins og oft þarf ekki annað til þess að sjalla málið. Já. Ég held að skóli sé töff þegar þú ert raun og veru að móta og búa til skólabræðin. Ég tók þátt í því eins og í heiðaskóla á sínum tíma þegar við byrjum bara á núlli. Byrjum algjörlega bara á fyrsta degi vorum við með 450-60 nemendur. Þannig byrjaði skólinn, hann var ekkert látinn þróast með smá saman að stækka. Byrjaði bara á fyrsta degi, bara skóli fullar af nemendum sem komu úr tveimur öðrum skólum og sem að þá höfðu sitthvor skóli verið með sinn skólabrag og sína venjur og sína siði. Svo kemur hópurinn blanda saman í nýjan skóla og meðan allavega stjórnandi og líka náttúrulega örugglega sem kennarar að meðan verið að búa til skólabræginn og svona þá þetta svolítið töff.